Jæja, kæru gestir, komið sæl. Ég tók að mér að opna þennan fund og vil bara byrja á því að bjóða ykkur alveg hjartanlega velkomin, bæði því sem að heima sitið í streyminu og því sem eru hérna með okkur í hlöðunni. En ég heiti Ólafur Bjarkarsson og er skrifstofustjóri leikskólamála hjá Skóla- og frístundasviði og hér eru fleiri aðilar frá Skóla- og frístundasviði með okkur ásamt þeim frá Heimili og skóla, Sigurði og Hildi og Eirunni á tækjunum. En þetta er þriðji fundurinn af 5 sem hafa verið skipulagðir núna í öllum hverfum borgarinnar til þess að svona fjalla foreldrasamstarf og taka fyrsta skrefið í að endurvekja foreldrasamstarf eftir COVID. Þannig að ég bara hlakka mikið til þessa fundar og samstarfsins við ykkur foreldra og afhendi bara fundarsöp til ykkar. Glæsilegt, takk kærlega fyrir. Takk fyrir. Klappa fyrir manni. Kæru foreldrar í Grafarvogi og Kjalarnes og Kjósið ekki líka. Jú, nákvæmlega. Við erum velkomin að samvinna barnanna vegna fund foreldra. Ég heiti Sigurður Sigurðsson eins og kom fram og með mér er Hildur Halldórsdóttir. Við erum starfsmenn Heimilis og skóla, Landssamtaka foreldra og við höfum starfað fyrir samtökin næstu í 5 ár. Við byrjuðum með þess að saman dag sem við svo skemmtilega til að einmitt afmælisdagur Heimilis og skóla 17. september. Við viljum þakka ykkur öllum fyrir að koma hingað í kvöld og líka ykkur sem er að fylgjast með í streymi. Það er geggjað að sjá næstu í fulla hlöðu og líka ykkur sem er náttúrulega raðast inn á streymið. En eins og ég áður sagði, þá erum við í beinni útsendingu og við viljum taka það fram að fundurinn verður líka tekin upp, þannig að við skulum ekki vera að bladra einhverjum svona persónulegu leyndamálum. Við vitum aldrei hvað mækin getur pikkað upp, allavega ekki okkur, sko. Eftir, neitjók. Og hann verður einnig tekin upp. Fyrir rúmlega 30 árum kom grasrót foreldra saman og stofnaði Landssamtök foreldra með það markmiði að stuðla bættum uppeldis- og menntunarskilyrðum barna og ungmenna. Virkt foreldrastarf bætir nefnilega uppeldis- og menntunarskilyrði barna og ungmenna. En áður en við dembum okkur í þetta, þá ætlum ég að byrja á persónulegu nótunum. Það er komið að smá sögustund. Svo er þetta skemmtilegt til að ég er líka frá uppalinn í Grafarvogi, þannig að ég er á heimavelli, komin aftur. Ég var í grunnskóla árinu 1992 til 2002. Allir vitnisburðir sögðu að ég væri góður námsmaður, en talaði og truflaði bekkjarfélaga mína helst til og mikið. Ég hafði nefnilega þann hæfileika að blaðra og vinna verkefnin á sama tíma. Sá hæfileiki hefur heldur betur hjálpað mér í dag, þó svo að kennarinn voru ekki sammála þá. En þegar ég hugsa tilbaka, poppar fyrst upp svo minning hversum virk móðir mín var í öllu sem hét foreldrastarfi. Hún mamma mætti á alla fundi og gerði sitt allra besta að taka sem mestan þátt. Það gerum fyrir mig, en einnig önnur börn í skólanum. Ég man sterklega eftir hvað henni þóttu vænt skólan. Þegar ég var unglingur fór það fjölmiðlaumfjöllun hversu slæmt ástandi var í skólanum og allt var í kalda koli. Ég get sagt ykkur það, kæru foreldrar, þetta er fyrsta og eina skiptið sem ég sé móður mína virkilega reifa. Ég hugsaði reglulega til Veslings blaðamannsins sem skrifaði greinina og fékk símtalið frá henni. Svo öflugt var það símtal að hann talaði það á opinberu vettvangi nokkrum árum síðar. En móðir mín var ekki svo eina sem var ósátt við þessa fjölmiðlaumfjöllun. Foreldrar komu saman, stóðu vörð orðspor skólans með greinaskrifum, stuðningsyfirlýsingum og mörgu fleira. Það var nefnilega ekki alveg allt í kalda koli. Foreldrahópurinn í kringum mig og vinina unnu vel saman. Ef eitthvað kom upp á, og það kom reglulega eitthvað upp á, var alltaf lögð áhersla að leysa málin í rólegheitum. Það getur verið nefnilega svona flókið að vera barn og unglingur og það er hlutverk okkar fullorðna að gera okkar best að hjálpa börnunum okkar að þroskast og vaxa úr grasi. Foreldrastarf móður minnar og annar foreldra var gjöf til mín og allra annara barna í okkar nærumhverfi. Flestar góður minningar minnir úr skólanum sem standa eftir eru nokk merkilega tengdar starfi foreldra. Til dæmis Þórsmerkurferðin sem foreldri skipulagði í samvinnu við skólan í lok samræmdaprófinu í 10. bekk. Bæði til þess að við höfum okkur vel eftir prófin, en líka sem verðlaun fyrir mikið álag. Ég fundi persónulega fyrir því hversu mikill og jákvæður máttur í virku foreldrastarfi og ég átta mig á því í dag
hversu mikilvægt þetta starf er. Í heimsfaraldri mætti segja að stór hluti samfélagsins okkar hafi lagst í dvala. Nú eftir heimsfaraldur upplifa margir, ekki bara í foreldrastarfi heldur alls staðar í samfélaginu, að sé honum erfiðara að hvetja fólk til samfélagslegrar þátttöku. Á síðasta ári fórum við víðs vegar landið og ræddu við foreldra, skólafólk og sveitafélög stöðunni í foreldrastarfi eftir COVID. Út frá þessu samtali við grasrótina var ákveðið að leggja í þetta verkefni sem heitir Endurreisn foreldrastarfs á Íslandi. Þessi fundur í kvöld er bara einn lítill liður því stóra verkefni. Það mætti segja að hans er kickstartið að kveikja á góðri íslensku. Foreldrar á Íslandi hafa nefnilega náð ótrúlegum árangri saman. Margt sem okkur þykir sjálfsagt í dag var til fyrir tilstuðlan foreldra. Ég man mjög sterkt eftir því þegar ég vann í félagsmiðstöð fyrir fatlaða nemendur. Foreldrum þótti mjög undarlegt að þeirra unglingar bauðst ekki að vera í félagsmiðstöðinni sinna kvöldin rétt eins og önnur ungmenni. Eftir þrýsting og baráttu foreldra náðust það loksins í gegn. Í dag fara ungmenni reglulega að vera í félagsmiðstöðinni sinni á kvöldin og það má þakka samtakamætti foreldra sem gerðu þetta mögulegt með baráttu sinni. Hérna sjáum við mig og Hildi að taka Zoom-fundi í COVID. Miklu skemmtilega að vera hérna í kvöld. Og ég tók þessa mynd í miðbænum þar sem ég býð, þar sem var ein manneskja á ferli á laugardagskvöldi kl. 11. Eitt af lykilorðum sem tengist þessu verkefni er farsæld. Farsæld barna. Allan heim er verið að breyta áherslum og beina sviðsljósin á farsæld sem þýðir að við ætlum ekki eingöngu að horfa einkunnir og árangur, heldur horfa á heildarmyndina. Hvernig barninu líður. Hér á Íslandi endurspeglast þessi þróun í farsældarlögunum sem voru samþykkt á Alþingi og er verið að innleiða í kerfinu, eins og mörg ykkar hefur eflaust tekið eftir. Þessi nýja áhersla á farsæld er að beina sjónum okkar þeim hlutum sem eru mikilvægir til að tryggja börnum okkar farsæla barnæsku. Öflugt foreldrastarf er mikilvægur hlekkur í þessu öllu saman. Það sýnir reynslan, en einnig sýnir rannsóknir fram á hversu dýrmætt og jákvætt afl foreldrastarf sé fyrir börnin. Foreldrastarf bætir nefnilega samfélagið. Sem betur fer eru stjórnvöld sammála okkur mikilvæg hlutverks foreldra og endurreisn foreldrastarfs rímar mjög vel við áherslu nýja farsældana. Eitt af markmiðum verkefnisins er gerð farsældarsáttmála. Það er verkfæri fyrir foreldra sem koma saman í sínum skólum, árgöngum eða bekkjum og eiga samræður hvernig þeir vilja tryggja farsæld sinna barna og hvernig samstarf foreldra getur stuðlað að henni. Sú vinna hefst í haust og við viljum hvetja ykkur öll að taka þátt í henni því fleiri foreldrar sem munu mæta og taka þátt í umræðinni því mun meiri árangri náið. Það hefur verið stundum sagt að eftir samkomutakmarkanir sem við bjuggum við í talsverðan tíma hafi fólk farið að forgangsraða tímanum sínum öðruvísi. Það hefur sett það sem veitti því mesta lífsánægju efst á forgangslistan og hitt hefur sett til hliðar. Foreldrastarf ætti tvímælalaust heima mjög ofarlega á forgangslistanum okkar. En nú ætlar Hildur að fara yfir mismunandi hlutverk foreldra á skóla því hvað snýst þetta allt í raun og veru. Allt foreldrastarf, allt foreldrasamstarf, á endanum snýst þetta allt börnin. Takk fyrir. Sko, það verður aldrei verið klappað fyrir okkur í miðjum félagsráð. Sko, ég er úr Grafavoginum, þannig að ég er alveg hæstánægð að vera hérna í kvöld. Þetta er skemmtilegt lið. En jú, það er alveg rétt, Sigurður. Þetta snýst náttúrulega allt börnin okkar. En eins og við vitum að þá er ekkert barn eyland. Við foreldrarnir erum hérna í kringu þau, skólinn líka og fleiri aðilar. Í sögulegu samhengi var skólinn svolítið eingöngu ætlaður bara til að mennta börn. Menntun barna var á ábyrgð skólans og uppeldi á herðum foreldra. Það var á ábyrgð skólans að ausa í börnin visku og kenna þeim að lesa og skrifa og reikna og svo ábyrgð foreldra að koma þeim almennilega til manns, kenna þeim kurteisi og góða siði. Að mörgu leyti má segja að þessi hugmyndafræði hafi stillt foreldrum og skólanum svolítið upp sem mótherjum. Þannig að þegar upp komu álitamál að þá voru þau átök hver bæri ábyrgð á hinu og þessu. Í gegnum árin þá höfum við blessunarlega vikið frá þessari hugmynd en það sjáum við að það fer allt púðrið í samskipti foreldra á skóla og barni verður svolítið aukaatriði. Þannig að við viljum frekar hugsa þetta svona. Þannig að barnið er miðpunkturinn og farsæld þess er auðvitað sameiginlegt markmið heimilis og skóla.
Þannig að það er ekki bara skólans að kenna barninu að lesa, heldur styðja foreldrar við og efla lestur barnanna sinna með heimalestrinum. Og þá eru foreldrar ekki bara að því að kenna börnunum kurteisi og góða siði, heldur félagsfærni mjög mikilvægt atriði sem að börn læra í skólanum og æfa sig í. Stundum viljum við þetta detta í gamla farið, fara svona ofan í skotgrafirnar og það er skiljanlegt. Veljan barnan okkar er okkur auðvitað hjartans mál. En þá er nauðsynlegt að geta áttað sig, lagt niður vopnin og mæst í samræðum með sameiginlega markmið okkar í huga, sem er farsæld barnsins. Ég er móðir 3 barna og ég held stundum að foreldrar séu ofurfólk miðað við endalausan verkefnalistan sem á okkur er lagður. En ég hef líka trölla trú á foreldrum. Foreldrar eru ótrúlega öflugur þjóðfélagshópur og ég held að langmestur meirihluti þeirra sé bara gott fólk sem að vill bara gera sitt besta í að styðja og efla við börnin sín og stundum berjast fyrir þeim. Þrátt fyrir verkefnalistan sem að tæmist aldrei. Við mannfólkið höfum borið gæfu til þess að byggja upp öflug samfélög. En það áttum við okkur á því að saman getum við gert svo miklu fleira og meira og þar eru foreldrar ekkert undanskildir. Við áttum okkur á því að við eigum sameiginlega hagsmuni og farsæld barnanna okkar hangir saman við farsæld barnanna í kring. Fyrir mörgum snýst foreldrastarf aðeins bekkjarkvöld og vorhátíðir. En það er mikil misskilningur. Með allri virðingu fyrir góðum bekkjarkvöldum. Ég þekki góð bekkjarkvöld. En gæði foreldrastarfs verða aldrei metin í fjölda viðburða heldur því hversu vel okkur foreldrunum tekst að halda utan hópinn okkar, halda utan börnin okkar. Gæðin felast nefnilega í samstöðunni, samtalinu og samfélaginu sem að við sköpum. Skemmtilegu viðburðnir eru ramminn til þess að búa þetta til þess að styrkja böndin, okkar börnin okkar og við hvert annað. Á skjánum má sjá hérna hversu gríðarlega mikinn ávinning foreldrastarfið hefur og þá sést best hversu mikilvægt það er. Betri líðan barna, bættur árangur í leik og námi, skuldbinding til náms, samstaða og ánægja foreldra, bættur bekkjar, skólar, deildabragur og betri andi í hópnum. Með foreldrastarfinu setjum við líka mikilvægt fordæmi fyrir börnin okkar hvernig við tölum saman, hvernig við hlustum á ólík sjónarmið, ræðum málin á lýðræðislegan hátt og hvetjum til samfélagsþátttöku. Við verðum að hætta að tala foreldrastarfi niður, eins og einhverja afplánun sé að ræða. Hver ætlar nú að taka sig að vera bekkjarfulltrúi þetta árið? Svarið er að við ætlum öll að taka þátt, af því að við tilheyrum öll skólum barnan okkar og við viljum að þau tilheyri skóla þar sem að þeim líður vel og þar sem er góður andi. Með það í huga, þá langar mig til að biðja ykkur að snúa ykkur að næstu manneskju, ræða þeim saman, kynnið ykkur, segið frá hvaða skóla þið komið eða hvaða skólum þið tilheyrið, eigið mörg börn, hafið tekið þátt í foreldrastarfi, gætið þið hugsað ykkur að taka þátt í foreldrastarfi með einhvers konar móti. Við ætlum að ræða saman í 2-3 mínútur, því við erum hérna í streymi, þá er þetta bara snart og skemmtilegt. Og ég vek athygli þeirra sem eru í streymi að það eru opið fyrir athugasemdir, en athugasemdirnar fylgja allar upptöku fundarins. Nú ætlum við að tala saman í 2-3 mínútur. Endilega reynum að kynnast aðeins. Nästa klara stund í refreshar. Så det är en refresha. Ja, jag vill säga bara
rífresa. Jæja, þá skulum við halda áfram. Þá ætlum við að halda aðeins áfram. Það er gaman að sjá þið náðu aðeins að spjalla. Eins og Sigurður sagði okkur frá, eru Heimili og skóli grasrótarsamtök foreldra sem hafa starfað í rétt rúm 30 ár og spruttu upp úr sameiginlegri hagsmunabaráttu foreldra fyrir ýmsum skólamálum. Unnur Halldórsdóttir, stofnandi Heimilis og skóla, sagði að 30 ára afmæli samtakanna í fyrra á sínum tíma hefði hún lýst þessu þannig að skólinn virkaði ekki svo fjós, þar sem við bara sendum kálfan okkar í og fáum ekkert fjósið að segja. Skólinn væri samfélag og þess vegna þyrftu foreldrar að fá að koma að borðinu til að móta skólastarfið. Á þessum tíma hafa baráttumál foreldra verið mörg. Allt frá einsetnum skóla og skólamáltíðum til þess að berjast fyrir því að samráð og samstarf við foreldra sé lögbundinn partur af skólastarfinu. Foreldrar hafa þurft að berjast fyrir því að fá að koma að borðinu og á þau sé hlustað. Breytingar gerast þegar við náum samtakamættinum og vinnum öll í sömu átt. Hér má sjá aðeins örfá dæmi sem að foreldrar hafa beitt sér fyrir málum sem hafa skipt þau máli. Nú veit ég ekki hvort þið hefur séð þessa myndir, en æskulýðsrannsóknir fyrir síðustu aldarmót sýndu fram á verulegt vandamál sem að íslenskt samfélag stóð frammi fyrir, unglingadrykkju. Sjokkerandi fjöldi unglinga hellti í sig áfengi hverja helgi. Það var svo komið að Íslendingar voru Evrópumeistarar í unglingadrykkju. Það er frekar vafasamur heiður. Á þessum tímapunkti tók samfélagið sig saman og hrinti af stað sameiginlegu átaki. Foreldra, íþróttahreyfingarinnar, stjórnvalda, skóla- og frístundafólks og fleiri lykilaðila og tókst að snúa þessari þróun við svo eftir var tekið. Á myndunum hérna má sjá að 8–10% nemenda í 10. bekk höfðu einhvern tíma bragðað áfengi árið 1995 en rúmlega helmingi lægra hlutfall árið 2022. Þá höfðu 65% nemenda einhvern tímann orðið drukkin á ævinni í 10. bekk, þarna árið 1995, en bara 13% árið 2022. Samtakamáttur foreldra lék stórt hlutverk í þessum árangri. Foreldrar tóku sig til dæmis saman að kaupa ekki áfengi fyrir börnin sín, leyfa ekki eftirlitslaus partí. Skipulögðu foreldraröld hverfin sín og hvöttu aðra til samveru með börnunum á kvöldin.
Foreldrar lögðust á eitt og breyttu menningunni í kringum börnin sín. Á sama tíma var svo unnið hörðum höndum á öðrum vígstöðum til þess að styðja við þessa breytingu. Til dæmis var útivistartíminn lögfestur sem var gríðarlega mikilvægt skref. Starfsemi íþróttahreyfingarinnar var stórefld og svo þar fram eftir götunum. Nú er komið aftur að þessu. Við þurfum að standa saman. Æskulýðsrannsóknir síðustu ára sýna aukinn kvíða og þunglindi meðal unglingan okkar. Blikur á lofti aukna neyslu orkudrykkja og nikótínpúða á sama tíma og við sjáum taumhald og samveru við foreldra fara minnkandi. Nú er verið að leggja íslenskar æskulýðsrannsóknir fyrir í skólunum og ég veit til dæmis til þess að þau eru að fylgjast með því hjá landlæknisembættinu því þau hafa miklar áhyggjur af því að það komi auknar tölur varðandi áfengisdrykkju. Af því það er tilfinning margra sem er að vinna með börnum að áfengisdrykkja hafi farið aukandi, hafi farið vaxandi. En þessar forvarnir eru eilíðar verkefni en það eru líka nýjar áskorunir sem að Sigurður ætlar að segja okkur frá. Fyrst ætlum við að leggja inn hvar setti Siggi handritið sitt. Svona laga tækniatriði. Ready? Yes. Já. Bara beint á streymislingin. En já, Hildur, við verðum að hafa í huga að forvarnir eru eilíða verkefni. Við getum ekki lagt árar í bát ef við náum góðum árangri. Því það glutum við því sem unnið hefur verið fyrir. Við verðum að passa okkur á því að gleyma okkur ekki í baráttunni. Þó að við klöppum okkur á baki fyrir góðan árangur, þá verðum við að halda jafnvel utan komandi kynslóðir og var gert í forvarnastarfi í upphafi aldarinnar. Forvarnamál vera alltaf áskorun fyrir foreldrahópinn, en jafnframt hafa nýjar áskorunir bættst við í dag. Ný tækni hefur verið áskorun fyrir börn og foreldra. Á undanförnum árum höfum við farið víða með SAFT netöryggisverkefni til að tala við börn og foreldra net- og miðlanotkun. Og allstaðar það sem við komum er svo sama sagan. Börnin kvarta yfir því að það sé ekki skýr rammi net og miðla, foreldrar kvarta yfir því að það sé erfitt að búa til ramma net og miðlanotkun. En það er hægt með virku samtali með því að setjast niður og búa til sameiginlega ramma reglur og gildi. Við lýsum stundum netinu sem villta vestrinu. Það ríki reglu og aðleysi og börnin séu sjálfala þar. Reglulega birta fréttir og sláandi tölur áreiti og veruleika barna okkar á netinu og neikvæð áhrif sem þau verða fyrir af þeim völdum. Við könnumst öll við nýjasta dæmið sem eru præmdrykkirnir. Áhrifavaldar og markaðsöflin að hafa áhrif á börnin okkar á hverjum degi og í mörgum tilfellum án þess að við gerum okkur grein fyrir því. Til þess að börnin okkar eyði peningum, smellu á varhugaverða hlekki eða taki jafnvel undir hatri gagnvart hópum. En netið og aðra tækniframfarir eru eðli sínu jákvæðar. Þetta snýst að við verðum að undirbúa börnin okkar rétt eins og við kennum þeim umferðarreglunar og hvað þau þurfa að varast áður að ganga eða hjóla einsömul í skólan. Tæknin hefur þróast mjög hratt á stuttum tíma og við erum að upplifa talsverða vaxtarverki. Ef foreldrar eru ekki á staðnum, lítur áhrifarhringur tækninnar nokkuð veginn svona út. Við verðum að setja okkur inn í þessi mál og búa til ramman. En eins og þið sjáu þessara mynd, þá engir foreldrar á henni. Þetta eru veruleiki fjölmargra barna og unglinga í dag. Við getum búið til ramma fyrir börnin okkar. Það er í raun nauðsynlegt. Rannsóknir sýna að mörg börn og unglingar telja sig ekki geta leitað aðstoðar neinstaðar ef þau lenda í einhverju neikvæðu á netinu. Það er eitthvað sem við þurfum tvímælalaust að breyta. Börn lýsa reglulega fyrir okkur hversu óþægilegt þeim þykir að á hverju heimili gilda mismunandi reglur. Það mætti segja að við séum að skilja börnin eftir ein í þessum stóra hluta lífs þeirra og þau verða fyrir áhrifum að misja ákveðum áhrifavöldum eða sérfræðingum, svokölluðum. Oft hafa foreldrar komið til okkar og sagst vera þessi leiðilegu foreldrar sem setur reglur netið og samfélagsmiðla. Við segjum að þeir foreldrar séu ekki leiðilegu foreldrar, heldur fyrirmyndarforeldrar. Það að búa til og viðhalda ramma krefst hugrekkis og seiglu. En það er auðveldara að búa til ramman þegar við vinnum saman
þannig að við getum búið til samfélag foreldra sem eru samstiga með þessar áskoranir. Við þurfum nefnilega ekki að standa ein með þessar áskorunum. Með því að vinna saman sem foreldrahópur getum við fylgst betur með stefnum og straumum í lífi barna okkar, kynnt okkur miðlana og alla nýju tæknina sem virðist alltaf vera poppað upp. Samvinnan hjálpar okkur að sýna staðfestu þegar kemur að því að fylgja takmörkunum, leysa erfið mál sem kom upp milli barna okkar á netinu og hjálpa þeim að fá aðstoð til að fóta sig í þessu nýju veruleika. Það er okkar að búa til sameiginlega reglur. Foreldrar gegna hér lykilhlutverki. En nú ætlum við að fara í umræðu númer 2 og þið fá aftur 3 mínútur til að ræða málin og snúa ykkur á næstu mannesku og það er bónusstig ef að þið finnið aðra ókunna manneski. Ég tel stigin, sko. Og að svara spurningum hvaða nýju áskorun þurfum við að bregðast við sem foreldrar og hvernig geta foreldrar unnið saman á því að finna lausnir. Og ykkur í streyminu þá með ég endilega koma með athugasemdir og hugmyndir í kommentin. En það er frábært, það er 3 mínútur. Og því streyminum ekki leiðir langt því að þar verður fjallað svörin við þessu eftir. Þrjár mínútur alveg að vera bónus. Jæja, nú eru konar 3 mínútur. Er einhver sem treystir sér til að deila með hópnum? Hvað var rætt? Einhver hetja inn í hópnum sem vil deila? Sem ég mun svo endurtaka fyrir streymið. Óskar eftir hetju og við erum komin með hetju. Herðu, já, sko, nú hérna, ég ætla ekki að vera neikvæður, við upplifum svolítið einstaka áskorun daginn, sko, af því að það er mikið samtal þetta, mikilvægt samstarf skóla og foreldra og við erum öll í þessu saman. En við lentum í okkar bekk daginn og mikið vandamál hjá 5 ungum stúlkum og skólinn vísar því máli alfarið frá sér á því forsendum að skólinn á ekki peninga til að vinna málið og þetta var hegðun sem átti sér stað bara inn í skólanum, skiljið mig. Utan skólans bara útópía og ekkert vandamál og allt í góðu. Og þá
skólinn, þú veist, þau vildu aðstoða, skólastjóri og allir vilja gerðir, en að því að var ekki peningar í buddunni, að þá var ekkert í boði að vera í neinu samstarf. Þá var það allt í einu komið í mínar hendur að hanna inngrip í vinkonuhóp fyrir 5 stúlkur og græja máli sjálfur. Bara einhver svona, þú veist, hvítur meðaldra pabbi hérna í Grái. Og þannig að ég er rosalega spenntur fyrir þessu verkefni, en á sama tíma svona pínu áhyggjur af því að skólar vilja gerðir, en svo þess að sem hendur í budduna tekur ekki þátt. Þetta er mjög góð ábending að mikilvægt þess að skólinn og allir samfélagi taki þátt í að leita lausna, hvort sem þetta er peningur eða ekki, sko. Glæsilega, það er mjög góða punktur og takk fyrir þessa mögnuðu sögu. Einhverju fleiri? Eða ég var að halda áfram? Herðu, þá tekur bara Hildur við og fjallar lausninar. Engin pressa. Jæja. Eins og við ræddum, þá er ekkert barn eyland, heldur eru þau hluti af samfélagi barnanna í hverfinu. Öll börn vilja tilheyra samfélagi sem að virkar, þar sem að góður andi ríkir, þar sem að einelti þrífst ekki og þau fá að blómstra eins og þau eru. Þetta er líka eitthvað sem að við viljum fyrir börnin okkar og því verðum við að leggja okkar af mörkum til þess að menningin í því samfélagi sé góð. Það þýðir að við foreldrarnir verðum að tala meira saman hlutina. Eins og Sigurður sagði áðan, þá líður börnum ekki vel með mismunandi reglur á mismunandi stöðum. Það skapar ákveðna spennustöðu. Samfélag með mismunandi reglum fyrir mismunandi fólk er ruglandi og ósanngjarnt. Ef aðrar umferðarreglur giltu Sigurð heldur en mig og aðrar þig og aðrar þig, þá viðbúið við verðum bara öll svolítið óörugg og örg. Þannig að við þurfum að tala meira saman og við þurfum að stilla saman strengi. Það sem að við getum rætt eru til dæmis afmælisboð, útivistartími sem við minna á lögbundin, skjátími, samfélagsmiðlar, tölvuleikir, aldursviðmið, samskipti og margt fleira. Pössum okkur bara að ræða málefnið, ekki hjóla í manneskjuna. Tölum vel hina foreldrana, skólan, kennarana, frístundaheimilið, foreldrastarfið. Við vitum það að foreldrahópurinn er mjög misleitur. En við skulum líta á það sem styrkleika hópsins, hvað við erum ólík og komum með mismunandi sjónarhorn inn í umræðuna. Í þessum umræðum að þá skulum við ekki setja neitt á háan hest eða dæma Jón og Gunnu fyrir að ala ekki börnin sín eins og okkur finnst rétt að gera. Við erum samherjar í kringum börnin okkar. Og ég get nefnt ykkur dæmi. Í árgangi elsta barnsins míns kom foreldrahópurinn sér saman reglur varðandi afmælisboð. Foreldrar þeirra barna sem eiga afmæli á sama árstíma halda saman afmæli fyrir börnin sín og í öllum í bekknum boðið. Afmælin eru yfirleitt með svipuðu sniði og foreldrar deila kostnaði. Við miðum við að afmælisgjafirnar séu 500 krónur, sem sama upphæð og var þegar ég var krakki. Þetta er eitthvað sem við ákváðum til þess að reyna að tryggja að kostnaði við afmælisboð væri haldið í lágmarki fyrir heimilin og það væri vonandi ekki hindrun fyrir því að einhver kæmi í afmælin. Ef þegar kannski 6-7 börn eru að halda saman afmæli, þá er heildarkostnaðurinn svolítið mikill. Leið og við hækkum. En með þessu móti þá finnst okkur að við vera búin að tryggja ákveðin jöfnuð í afmælum barnan okkar og það var aldrei, komið upp leiðindi. Nei, það var aldrei komið upp leiðindi eða spenna yfir því hverjum boðið eða hvað þessi gaf hinum eða afmæli hjá þessum var flottar en afmæli hjá hinum. Það verður aldrei gerst. Fyrir mér er þetta dæmi foreldrasamstarf þar sem allir græða. Stundum virkar þetta ekki svona og það er ekkert allir á eitt sáttir eða sammála hvernig skuli haga hlutunum. Það verður bara svo að vera. Við sem samfélag erum aldrei öll sammála eitthvað. En meiri hlutinn
skapar menninguna og ræður norminu. Þannig að ef að meiri hluti foreldrahóps er sammála einhver viðmið eða reglur, hefur það teljandi áhrif á allan hópinn. Ef að 80% foreldra ákveða til dæmis að leyfa ekki Snapchat í síma barnanna sinna, þá gerist það sjálfu sér að samanburður og leiðindi í bekknum í gegnum Snapchat bara snarminnkar, þar sem að flestir ekki með það í símanum sínum. Þegar við vinnum að velferð barnsins okkar í foreldrastarfinu, vinnum við í raun að velferð allra barna. Ég sagði áðan að ég héldi að langflestir foreldrar væru að gera sitt besta, en við vitum það líka að aðstæður fólks eru mjög misjafnar og foreldrar eru mjög misvel í stakk búnir til þess að takast á við uppeldi. Þannig að það sem við gerum í foreldrastarfinu getur skipt sköpum fyrir þau heimili og fyrir þau börn sem að búa ekki við þær aðstæður, það öryggi, stuðning eða ramma sem þau ættu að gera. Og svo má heldur ekki gleyma því að í íslensku samfélagi er sístækkandi hópur fólks af erlendum uppruna sem að talar ekki íslensku sem móðurmál og bara það getur verið risastór hindrun fyrir þátttöku í foreldrastarfi. Þannig að við þurfum að taka sérstaklega utan þennan hóp og þessa foreldra og bjóða þeim leið inn í foreldrahópinn og inn í foreldrastarfið. Við höfum öll heyrt að það þurfi heilt þorp til þess að ala upp barn. Verum þetta þorp, foreldrahópurinn í kringum bekkin, eða deildina, eða árganginn, eða bara allan skólann. Skiptum okkur af ef við sjáum að einhverjum líður illa. Tilkynnum þegar við heyrum aðstæður sem ekkert barn ætti að þurfa að upplifa. Og verum með í að skapa þessa menningu sem við viljum að barnið okkar alist upp í. En hvernig búum við til þetta þorp fyrir börnin okkar? Hvernig breytum við menningunni í barnahópnum? Eða í foreldrahópnum? Það hljómar mjög stórt og sem foreldri 3 barna undir 10 ára, þá skil ég alla sem að hugsa núna og hvernig á ég að koma því inn í yfirfulla dagskrána á milli vinnu og skóla og æfingaskulds og heimalesturs og húsverka og píanóæfinga og þið þekkið þetta kannski. En málið er að þessi menning sem ég er að tala hún liggur í þessum hversdagsleika. Hún kemur fram í samskiptum barnanna okkar, á skólalóðinni, hverjum boðið í afmælisveislur, samskiptin á bekkjarspjallinu, hvaða tölvuleikjum með samfélagsspilum krakkarnir á og svo framvegis. Þetta eru nú þegar hlutir sem við þurfum að takast á við á hverjum degi. Svo við ætlum að skapa nýjan samfélagslegan sáttmála, farsældarsáttmálan. Mörgur þekkja kannski foreldrasáttmálan sem við sjáum dæmi hérna. Netsáttmálan eða læsisáttmálan sem að heimili og skóli hafa gefið út í mörg ár. Við ætlum að byggja á þessum gamla og góða grunni, en reynslan hefur sýnt okkur að svona verkfæri eru hjálpleg til þess að hefja umræðuna í foreldrahópnum hvernig við ætlum að halda utan krakkana okkar. Hérna eru dæmi úr foreldrasáttmálanum. Að standa við lögboðinn útivistartíma. Vera vakandi fyrir einelti og láta vita ef við komumst á snoður inn. Að byggja upp sjálfstraust og virðingu hjá börnunum okkar og kenna því að sýna öðrum börnum og starfsfólki skólans tillitssemi og virðingu. Að ræða við unglingin okkar samskipti á netinu og setja reglur notkun. Að kaupa ekki tóbak, áfengi eða önnur vímuefni fyrir börn. Þetta eru frekar svona einföld og almenn atriði, en leið og við höfum hafið samræðina og getum komið okkur saman svona almenn atriði, að þá erum við strax farin að hafa jákvæð áhrif á samfélag barnanna okkar. Farsældarsáttmálinn á að endurspegla þessa nýju nálgun sem við sem samfélag vinnum að. Fókusin á vellíðan og farsæld allra barna, að öll börn fá pláss til þess að blómstra.
Í sáttmálanum eiga að vera nokkur grundvallaratriði sem að foreldrar geta rætt sín á milli og komið sér saman bætt við ef þeir vilja og skrifa svo undir á táknrænan hátt til þess að formgera þetta samtal sem hefur átt sér stað. Þannig leggjum við línurnar fyrir þau uppeldislegu gildi sem að við, þorpið okkar, ætlum að hafa í hávegum og hefur þannig áhrif á öll börnin í þorpinu og líka þau sem eiga foreldra sem hafa ekki tök á því að taka þátt. Ávinningurinn er ekki aðeins bara þessi jákvæðu áhrif að virkara foreldrastarfi, betri árangur í leik og námi, betri líðan, bættur skólabragur og svo framvegis, þó að það sé mjög gott, heldur styður þetta líka okkur í uppeldinu okkar eigin börnum. Þegar ég er búin að eiga samtalið við hina foreldrana í bekknum að við ætlum að virða útivistarreglurnar eða aldursviðmiðin fyrir Fortnite sem er stóra baráttan á mínu heimili þessa dagana, þá einfaldar þetta svo mikið fyrir mig að geta sagt, nei veistu elskan, við foreldrarnir erum bara búin að ræða þetta. Þá fáum við heldur ekki, það mega þetta allir nema ég, sem margir þekkja. Þegar ég er bara búin að ræða þetta við hina foreldrana og ég veit hver staðan er. Foreldrastarfið setur þannig ramman utan þorpið okkar, en sáttmálinn er verkfærið sem við notum og getum notað til þess að hefja þessar samræður. Og þetta verkfæri verður að vera gott. Við þurfum að vanda til verka og við viljum vanda til verka. Svona sáttmáli verður ekki til í tómarúmi eða á einhverju skrifstofu úti í bæ, heldur í samtali og samvinnu við foreldra og ykkur öll. Í haust munum við fara af stað með vinnustofur með foreldrum í skólum allt land til þess að innleiða farsældarsáttmálann. Og mér langar til að biðla til ykkar allra sem að hérna sitji og ykkar í streymi að taka þátt í þessari vinnu. Mér langar núna að nýta tækifærið og biðja ykkur, kæru foreldrar og aðrir fundargestir, hjálp. Við leggjum mikinn metnað í að vinna farsældarsáttmálann eins vel og auðið er og skoðanir ykkar eru ómetanlegar í þeirri vinnu. Mér langar því að biðja ykkur að íhuga hvaða atriði það eru sem að ykkur finnst ættu nauðsynlega heima á farsældarsáttmálann. Það mega vera kveikjur að umræðuefni, reglur, gildi eða viðmiða, hvað eina sem að ykkur finnst að ætti að koma af stað. Við ætlum að taka aftur mjög stuttan tíma til að ræða þetta okkar á milli. Svo ætla ég að biðja ykkur að grípa símana sem að ég veit er með í vasanum, fara inn á þennan link á Google Forms í gegnum QR-kóðan eða linkin og senda inn þau atriði sem að brenna á ykkur. Þetta eru svör sem við söfnum saman á svona fundum út allt land og þetta input frá ykkur er svo ótrúlega mikilvægt. Þannig að endilega snúið ykkur hvort að öðru, ræðið hvað ykkur finnst að ætti heima. Og rétt síman ef það ekki netsamband, það er ákveðnum stöðum í húsinu það sem er ekki gott. Já, það er vist mjög þykkir veggir, þannig að það er erfitt að fá netsamband, en það hjálpar að lyfta upp. Og þið streymið mig endilega líka að posta ykkar hugleiðingum. Já, fyrir ykkur í streymi þá ætla ég að biðja ykkur endilega að fara líka inn á Google Forms linkin og senda okkur allar þær hugmyndir sem að þið hafið að góðum atriðum sem að ykkur finnst nauðsynleg og brennur á ykkur að komi fram á farsældarsáttmálanum.
Endilega láta okkur vita ef þið þurfið aðstoð við að komast inn á linkin. Sitja inn. Jæja, áður en við höldum áfram, þá langar mig til að hvetja ykkur til að setja allt niður sem að þið voruð að ræða og senda. Það hjálpar rosalega mikið að heyra hvað brennur á ykkur. Hvaða atriði haldið þið að foreldrar geti komið sér saman um? Það sagði ein kona við okkur í Hafnarfirði hérna, ég get ekki hugsað svona hratt. Hún tók mynd sko og ætlaði að fara heim og fara í sófann og fara að tikka inn. Mælum við því? Jæja, takk fyrir þetta. Þá ætla Sigurður að taka við og leiða okkur í lokakaflann. Bara áður en ég geri það, þá þakka ykkur kærlega fyrir góð dæmi. Ég er ekki að hanga í símanum, ég er að fylgjast með Sören og detta inn. Það er til dæmis tölvuleikir, tala vel um skólan, reglur í kringum ammali, hvað ætlaði að fekk ég þá hugmynd. Samræna reglur um tölvuleiki, reglur um samfélagsmiðla, bara takk kærlega fyrir þetta er ótrúlega dýrmætt fyrir okkur. Og svo getið þið fyllt þetta inn bara jafnvel í kvöld eða morgun eða eitthvað dettur eitthvað í hug, linkurinn lifir ennþá. Og við lokum ekki á svör. En eins og þið hafa heyrt hérna í kvöld, þá er þetta hægt. Ennþá dag í dag er ég stoppaður út á götu af fyrir skólafélögum mínum og mér þakkað, sem er svolítið skrítið, en fyrir það sem móðir mín gerði. Starf móður minnar hjálpaði nefnilega ekki bara mér og minni farsæld, heldur líka öllum öðrum börnum, en sérstaklega þeim sem áttu ekki eins gott bakland og ég. Með því að taka virkan þátt í foreldrastarfi erum við að gefa öllum börnunum í þorpinu gjöf. Foreldrar á Íslandi hafa áður sýnt ótrúlegan samtakamátt og náð miklum árangri. Við getum það aftur. Við erum að fara í ferðalag. Börn, foreldrar, skólafólk, öll saman. Við erum að fara í ferðalag sem skila sér mjög miklu. Það mun skila sér í betra líðan barna, betri árangri, betra samfélagi. Ég hef allavega fulla trú á því að við getum þetta. Við erum nefnilega ekki að fara ótrúna slóðir. Við erum ekki að finna upp einhverju nýju. Fyrri kynslóðir bjuggu til leiðina fyrir okkur. Það er okkar að feta hana. Þetta ferðalag er nauðsynlegt barnum okkar vegna. Í haust munum við halda áfram. Ég veit að við viljum öll börnunum okkar það besta, hvort sem við erum foreldrar, systkini, frændfólk, ömmur og afar, skólafólk eða fræðifólk. Þá snýst þetta allt börnin. Í haust erum við að fara að búa til nýja menningu með því að ræða hvað við viljum að hafa í okkar farsældarsáttmála. Ef við vinnum saman, þá getum við gert það að verkum að sem flesti foreldrar mæta á fundin í haust og eigi samtali hvernig við tryggjum farsæld barna. Þið getið líka að byrja strax.
Á heimasíðu okkar er mikið efni sem getur hjálpað ykkur í foreldrastarfinu. Bæði efni frá okkur og öðrum sem við teljum geta nýst foreldrum vel. Við stofnum líka Facebook-grúppu eftir áskorun frá foreldrum í Reykjavík sem heitir Áhuga fólk foreldrastarf í skólum, sem er Facebook-grúppa fyrir foreldrum um all land og það væri frábært ef þið getið gengið í hana til að geta ráðfært við aðra foreldrum um all land. Þessi var eins og ég sagði stofnuð eftir áskorun foreldra og gaman að segja frá því að samkvæmt rannsóknum okkar og evrópskum rannsóknum þá er íslenski foreldrar á sérbátum að finnast Facebook-grúppur frábær leið til að eiga samskipti. Það er reyndar, það er reyndar Malta líka, en aðra þjóðir vilja sem minnst þetta Facebook, en við erum Facebook-þjóðin. En áður að við þökkum fyrir okkur, þá langar mér að opna fyrir spurningar. Er einhverja spurningar sem eru með einhverja komment eða athugasemdir, maður víst nota góðu íslensku, einhverja athugasemdir, einhver sem vil einhver koma á framfæri, einhverja pælingar, eitthvað frá streyminu, DJ Eirún. Ok, einhverja spurningar. Kennslufræðin segir maður það í 7 sekúndur. Það er bara ég aftur. Já. Varðandi, vinnustofunar sem eru framöndan með þetta, Já. hvernig verður aðkoma skólana að samtalinu í þessu saman? Sko, Spurtur hvernig aðkoma skólana verður í samtalinu að gera farsældarsáttmála. á ég að taka það? Já. Já, ok. Þarna frammi liggur frá bæklingur sem að útlistar verkefni sem við erum núna í, sem er í 5 liðum, sem við fengum styrk frá barna- og menningarmálaráðuneytinu, er það ekki það? Mennta- og barnamálaráðuneytinu til þess að vinna núna. Þessi fundaröð er einn hluti af því sem á að vekja upp foreldrastarf. Þetta er í nokkrum liðum. Þessir vinnufundir í haust er annar hluti af þessu. Það er sér hluti sem er bara þetta að fræða skóla og frístundafólk mikilvægi þeirra aðkomu að foreldrastarfi. Þess fyrir utan að þá erum við auðvitað að reyna eins og við getum og með góðum stuðningi frá skóla- og frístundasviði að reyna að linka skóla og frístundaheimili, leikskóla, bara allt kerfið inn í þessa fundi líka með því að bjóða þeim á þessa fundi, halda undirbúningsfundi fyrir þá, láta þau vita af verkefninu, fá það með okkur í lið. Það gengur upp og ofan, en við reynum auðvitað og á flestum stöðum að það fáum við mikla jákvæðinu bara en auðvitað er maður að reyna að kveikja löngruna hjá öllum til þess að vera með, það skiptir máli sko. En foreldrafélagið getur líka beðið það bara eitt og sér að fá okkur. Vinnustofunar í haust. Já. Já. Ef að svo ólíklega vil til að skólinn sé ekki geim að vera með. Einhverjar fleiri spurningar? Má ég kannski aðeins bæta við, það er svo áhuga sem þú ert að nefna, Sofía heiti og stíði frístundastarfi á skóla-frístundasviði og þetta er bara nákvæmlega það sem við viljum að allir okkar starfsstæðir séu virku samtali þetta og þetta finnst mér verið eitt af því besta sem við hefum gert bara síðan við byrjuðum 97 þegar ég var útideildarstarfsmaður að vinna í foreldrastarfi í gamla daga og við erum bara komin á nýtt upphaf núna, við erum með aðra áskorunir og þetta er partur af því, við erum með öll ekkert að vakna til lífsins eftir COVID að þetta er þessi skipti máli og þetta þarf að vera jöfnvægi milli skóla, frístundastarfsins, leikskólana, leikskólafólk eru með í þessu verkefni líka og það þarf bara svolítið að fara í samfélag. Breyta menningunni? Já, algjörlega. Búa til þorpið. Búa til þorpið, breyta menningunni, glæsilegt. Einhverjar fleiri pælingar? Kannski ein hérna. Já. Ég finnst alltaf svo gaman, eða ég veit ekki hvað því að kalla það gaman, ég er alltaf svolítið hissa á því hvað kennarar eru hissa þegar ég svara vikupóstunum þeirra. Já. Mér finnst það svolítið sjálfsagt og finnst það skemmtilegt og finnst það eðlilegt að bara svara takk fyrir póstinn, ég sá það og ég las hann og þetta eru skemmtilega upplýsingar sem þú ert að deila með mér. Ég vil bara hvetja fleiri foreldrar til að gera þetta, af því þetta virðist ekki vera einhvern veginn algengt eða ekki... Verður ekki spáð í því? Nei.
Bent var á að svara vikupóstum frá foreldrum fyrir streymið Frá kennurum. og kennurum fyrir Já, bara þú veist, eiga samtal. Já. eiga samtalið. Að vera í samvinnu og Já. vera í reglulegu samtali. Góður punktur, takk Já. fyrir þetta. Algjörlega, góð punktur. Mjög góð punktur, því ég akkurat sem hínum megin. Þetta póstuð maður á frístundaheimili og sendi myndir fréttabréf út í leið. En maður fær rosalega sjaldan feedback. Er einhver að hlusta? Er einhver að hlusta? Ég að lesa þetta og af hverju ég sagt þetta. Já. Algjörlega, það er bent á það að það er gott fyrir foreldrar að svara póstum frá, jável þótt að séu reglulegi vikupóstar, að svara til að sýna það starfsfólkinu að sé á að hlusta, að póstarnir sé lesnir. Ég kannast líka við þetta, sko, að senda póst í tómið og vona að einhver hlusti. Já, það er minn bæði kostur og akkillesarhæll að vera mjög dramatískur. En svo má ég þetta þegar ég var að tala áðan að það er komið svo mikið af fólki sem að tala ekki íslensku Já. í skólan og svona. Já. Að sko einmitt allir þessi vikupóstar sem koma frá kennurunum, Já. þeir eru alltaf á íslensku. Já. Og nú veit ég til dæmis í bekknum hjá síðan mínum, Já. þar eru hjón sem að tala mjög litla ensku, enga íslensku Já. og bara pólsku sín á milli. Já. Og svo eru fleiri þjóðarnir í bekknum líka sem að foreldrarnir tala ekki íslensku. Já. En þetta er alltaf samt út á íslensku. Og ég er búin að pika í til dæmis fótboltaþjálfarana og biðja þeim að skrifa tilkynningur fótboltamót á ensku líka. Já. Þannig að Akkurat. skólar líka með svolítið vakna með þetta. Algjörlega. En þetta kemur einhver upplýsingar hvað er á döfinni, næstu frí, starfsdagar Já. og allt á íslensku. Já. Kom góða bendinga póstar frá skólum og náttúrulega líka foreldrafélögin þurfa að koma líka á ensku og kannski gaman að segja frá því að fundurinn á morgun sem er allir í Breiðholti verður túlkaður. Þannig að ef þið þekkið einhvern sem er bara enskumælandi en ekki íslenskumælandi að mæta þann fund. Það verður einhver svona En galdrastúlkun. ég samt vil bara hrósa þér fyrir að taka það líka. Af því að oft fattar maður ekki eða kannski fattar kennararnir ekki eða þú veist að auðvitað á þetta að vera eða fótboltaþjálfarinn að þá þurfum við bara einhvern sem að tekur á skarið og svolítið þú veist, þetta er svolítið það sem ég meinti líka með því að bjóða fólki velkomin inn í foreldrastarfið að sjá þú sérð hindrunina þarna og getur bent á hana. Það er bara frábært. Það er mjög dýrmætt. Máli fyrir ekki að ég kemur á Rímaskóla Mhm. og sendi þarna vikulega pósta til foreldra og kennarinn mínir margir hver senda líka. Mhm. Og það er alveg nóg fyrir að setjast niður og skrifa vikupóstum íslensku af því það er alveg hefi og það er ekki allir svona færðinni til að skrifa heldur ensku þannig að við oft, ef við erum erlendis og við búum erlendis þá notum við Google Translate til þess að þýða fyrir okkur, reyna að koma í gegn póstar og reyna að bjarga okkur. Við verðum eitthvað líka að gera þessar kröfur að kennara þannig að þetta verður svo íþyngjandi að það er hægt að senda, skiljið mig. En þá er það kannski mitt hlutverk sem í mínu stóla sem yfirmaður að þegar ég sendi út og það er mikilvægt, mér finnst það skiptir miklu máli þegar ég veit þetta, það setjum líka á ensku. Þannig að þau hafi þessar ensku upplýsingar líka á ensku. En við verðum hérna líka hjálpast að gera ekki ómikla kröfur, þannig að fólki segir bara nei, ég ætla bara að hætta þessu. Þetta er rosalega dýrt millivögur. En nú er samfélagið okkar bara að breyta svo mikið. Já, ég veit það, en við verðum sagt að við verðum að gefa okkur tíma til þess aðlæðast þau líka. Það er Danmörkur, þá þarf þú að læra dansku, það er bara fyrir neðan. En síðan það við á dansku. Er ekki foreldra voru mikið takkert að setja þetta Google Translate? En núna erum við einmitt komið svona afturfunda svona diskusjón en við getum alveg rætt þetta og við erum oft með þessa fundi þannig að fólk er vel eftir á þannig að við verðum með að tökum umræðina eftir líka fundin. En einhverja fleiri pælingar eða nú er við líka að renna á tíma svo við sem ekki halda ykkur í allt kvöld. Glæsilegt. Þá ætlum við, já. Ég ætla að enda fundin. Já, alltaf. Takk hérlega fyrir okkur, við kveðjum ykkur í streyminu. Endilega komið og takið þátt í farsættasáttmálavinnunni sem framundan í haust. Að lokum viljum við segja, þetta er hægt, við getum eflt samtakamátt foreldra, við erum öll, bæði kennarar, foreldrar, sérfræðingar, fólk í skólafrístundasviði, að vinna saman til að tryggja farsæld barnanna ykkar. Takk hérlega fyrir okkur.